að það ekkit dýpra á því en það, ég bara ekki ennþá búin að heyra rök fyrir því að við eigum að fara í Evrópusambandið. Ég hef engar aðra hagsmuna að gæta, ég er bara með mitt íbúðalán og litla fjölskyldu og... Myndir ekki vilja bara cirka 200 skalli minna í vexti? Já, ekki að ég er með cirka 200 skona minna laun. Það breytir engu. Það er engin samsög, það er bara hýpóþesi, hitt er staðrind, sko. Þú verður með evruna, þá er bara staðrind, sko. Það er auðvitað staðreind að við höldum ekki upp sama háa launastígi ef við ætlum að skipta yfir í evruna. Við verum bara ekki samkeppnishæf með svona há laun. En ef vextir lækka á fasteinlánum og ef matarverð lækkar, þá náttúrulega er kaupmátturinn miklu herri, þannig að þá getur fara að sinna þessari öllum börnunum miklu meira og stýttir í vinnutíma. Við vinnum allt og mikið, Frosti. Við vinnum allt og mikið. Það er alveg rétt. Við erum að virða þessa lífssýn nýrri kynslóðana sem eru bara með aðra áherslu við. Ef það verður hægt að sýna mér fram á það að við getum öll bara unni minna og eitt meiri tíma með börnunum okkar ef við gengum í Evrópusambandið, þá er ég alveg all ear sko, en það er bara, það er ekkit sem að bendir til þess. Fyrir að fyrsta, EES-samningurinn er í honum, felst meira fullveldis framsal heldur en að vera í Evrópusambandinu. Nei, það er ekki rétt. 100 norskir fræðimenn voru beðnir að gefa norsku ríkisstjórninni álit á þessa spurningu. Já. Þeirra niðurstaða var sú að við það að fá skammt á hnefa löggjöfinni frá Evrópusambandinu og hafa ekkert það að segja. Já. Í því fælist meira fullveldis framsal heldur en að vera þáttakandi í löggjöfinni. Þú þarft ekki að kyngja bara hverju sem er í gegnum EES. Það er þannig, jú. Þeir eru löggjöf sem okkur er skylt að upptaka. En tökum síðan evruna. Það tala með að við njótum góðs af öllu. Tökum evruna sem dæmi. Hún var sett á laggirnar fyrir 25 árum. 25 árum. Og veistu hvað það hefur kostað okkur að vera ekki með evruna á þessum 25 árum. Ég er ekki að segja að við kannski hefum getað gengið strax inn evruna, en bara við tökum þetta dæmi. Meinar í vaxtamun. Það er ekki... Við íslensk heimili. Já. Íslenska opinberaðilar og fyrirtækin landinu og ég segir hver talan hver vaxtakostnaðurinn á þessu 25 árum. 6.400 miljardar íslenskara króna. Þetta samsvarar 10 nýjum landspítalum. Sko, sem kostnaður bara við það að hafa ekki verið í evrusvæðinu þessi 25. En ætlum við að fara næstu 25 ári sömu vegferð. En byrju Sveinn Andri. Þetta er bara staðreynd. Ástæðan fyrir því að við erum með háa vexti er að því að við erum með miklu hærri laun. Og það er, þú veist, kemur... Fyrst og fremst er þetta kostnaður... Þú verður að tala raunvexti og raunkostnað. Fyrst og fremst er þetta kostnaður við það að vera með þessi eigin örmynd. Sko, ef þú tekur bara, þú ert með ef þú tekur bara kaupmátt Íslendinga til dæmis, sem er meiri hér heldur en gengur og gerist í Evrópu. Við vinnum lengri vinnutíma. Þú fær meira fyrir launin hérna á Íslandi. Við vinnum lengri vinnutíma. Og þess vegna, sko, ef að vextir eru hærri, má ekki bera saman epli og appelsínu, sko. Á endanum skilur hvað er mikið af peningum umferð og það er allt miklu dýrar hérna heldur en Já, en það er samt sem áður þrátt fyrir að þessi dýrara að þá ef þú tekur bara eitt heimili heimili þarf að borga fasteignalán og vextinni þar eru til þess með við segjum 40 milljón krónar lán þá er svona meðaltali, þá er þetta svona 100 alltaf 200.000 dýrara hægri áborgun af fasteignalánum. En það fara miklu meiri peningar í gegnum hendurnar á Íslanding heldur en einhverjum niður í Suður-Evrópu. Skilur þú? Þannig að þú ert að borga miklu meira fyrir húsið en það er að koma miklu meiri peningar inn til þín heldur en... Þú talar kaupmátt en ekki magn peninga. Já, þetta er ekki að saman. Kaupmátturinn er hluti af öllum þeim peningum sem fari getum hendurna þér. Kaupmátturinn er hvað getur þú keypt mikið fyrir peningana. Algjörlega. Og þú getur ekki, ef þú tekur þetta allt saman, hvað kostar mikið að lifa, eins og að kaupa sér húsnæði og kaupa mat. Það er einmitt það sem ég er að segja, þeir eru að segja að við séum búin að eyða 6.400 milljörðum í vexti. Íslenskt samfélag. Já. Að þá hefur líka farið í gegnum hendurnar á íslensku samfélagi miklu meira peningamagn heldur en hjá hennum almenna Evrópubúa, þú veist, hlutfallslega. Við erum ekki með einhvern gríðanlega kaupmátt. Berum okkur saman til það við og hollendinga. Við erum með meiri kaupmátt heldur en gengur að gerast í Evrópu. Hollendingar eru margfaldir ríkar en við, ríkasta þjóð heims. Já, það eru einhver lönd sem eru með meiri kaupmátt, en við erum í hæstu sætunum. Þú verður að bera saman, vera með réttan samanburð og taka allt sem hvað kostar að lifa. Veistu það, eina vandamáli hérna á Íslandi og ef við kæmum böndum á það og getum leyst það vandamál, það er að segja
það er bara verðbólgan. Ef við næðum tökum á þessari verðbólgu, að þá er engum blöðum það að fletta að hér á Íslandi er best að búa og lifa bara á allir plánum. Ég byrjaði að lesa fyrir utan veðrið, sko. Ég byrjaði að lesa blöðin, sko, og fylgjast með fréttum fyrir, sko, aðeins lengur en þú. Það eru þá, ég verð 63 ára núna í vikunni og þannig að það eru 50 ár rúmlega sem ég byrjaði að fylgjast með fréttum og alltaf verið það sama talið. Það er verðbólga og það er áhugaðir vextir. Þetta er viðvarandi vandamál. Þess vegna er svo merkilegt að þegar umræðan kemur Evrópusambandið og evruna, þá berja menn svo brjóst og segja við höfum bara að leysa þetta sjálf. En það þurfum við að gera ef við ætlum á evruna, þá verðum við að leysa þetta. Já, en það náttúrulega fáum við aðstoð til þess frá Evrópska seðlabankanum. Í hverju felst þú aðstoð? Það er náttúrulega allskyns úrræði í því, en auðvitað þegar þú hefur þetta markmið fyrir fram að þig að ná evrunni og allir því jafnvægi sem henni fylgir, hugsaði bara munin fyrir þig með fyrirtæki, innflutnings- eða útflutningsfyrirtæki og er þetta að selja eða kaupa vöru til Evrópu eða kaupa vöru frá Evrópu, að þurfi ekki að vera alltaf við á einhver tauga rúa yfir sveiflum íslensku krónunar og sem geta smá sveifla kemur og á verði. Þetta er sveiflan á krónunni getur verið ókostur og það getur verið bara stórkostlegur gall. En ókostur, það er óþarf að gera lítur, þetta er bara erðagalli. En við vitum það alveg að með því að missa sjálfstæði peningastefnunar þá erum við að tapa ákveðnum eiginleikum að nota krónuna sem aðlögunartæki í áföllum. Það koma alltaf einhver áföll í þessum blessaða kapitalisma sem ég... Þetta er eins og bara svipað og þegar íkveikja á sér stað. Þá er það hluti af fíkninni hjá pyrrumanniska einstaklingi, brennuvarginum, að fylgjast með brunanum og helst að taka þátt í slökkvistörfum. Þannig þegar við tala krónuna sem nauðsynlegt hjálpartæki við það að bjarga sér úr ógöngum, er eins og að kalla á brennuvarginu og biðja að hjálpa sér við að slökkva. Já, en það sem ég er að reyna að segja er að á Íslandi eru allar aðstæður til þess að geta haft krónuna stöðuga, sko. Það er þetta snýst fyrst og fremst að búa til næg útflutningsverðmæti. Eitthvað hefur þetta gengið erfiðlega. Já, en það er líka bara því að við erum alltaf með stjórnvöld sem eru tilbúin til að eyða miklu meira heldur en kemur inn í kassan. Pólverjar lestuðu til hvernig Pólland hefur breyst eftir því gengur í Evrópusambandið. Stórkostlega framfæri. Þeir eru að taka fram úr hverju Evrópuríkjum fætur öðru í að þetta hefur alltaf verið á aldanna rás, öflugt og mikið ríki, en náttúrulega þurft að sæta árásum beggja megin frá. En leið núna þeir komnir í friðabandalagið, Evrópusambandið, stórkostlega framfæri. En þú mátt ekki gleyma því að þeir hafa ákveðið að vera ekki með evru og eru ekki með evru. Evran kemur, það er næsta skref hjá þeim, það er ekki spurning. En bara þessi stórkostlegi árangur sem þeir hafa náð hefur verið algjörlega án evru. Já, þetta er bara, þannig eru þáttakendur í innri markaðinum, en þetta er án efa, er þetta næsta skref hjá þeim, það blasir við að taka upp evruna, sko. Ég held að þeir séu nú ekki sammála því, Pólverjarnir. Og af hverju hefur Svíþjóð ekki tekið upp evru? Ég svo sem ekki kynnt mér það, en ég reikna með að þeir muni fyrir að síðar koma það inn. Þeir sjá það að þetta er auðvitað óhagræði, en þeir náttúrulega þetta er gríðarlega rík þjóð, sko. Þeir felldu þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu, það gerðu Danir líka. Já. Og óhagræðið er ekki meira en það. En Danir eru fasttengdi við evruna, þannig að það er það er alltaf festa gengi ef maður potato potato, sko, það er. En það er einhver ástæði fyrir því að það eru flest öll ríki heims með sin eigin sjálfstæða gjaldmiðil. Svíþjóð er náttúrulega ekki með örmynt. Þú voru að horfa á þetta konsept, yfirþjóðlegt vald sem er sameiginleg stefna og stundum með sameiginlega stefnu og stundum fylgir henni yfirþjóðlegt vald og mér er þetta mjög kært. Lokaritgerð mín í lögfræði fjallaði yfirþjóðlegt vald Evrópusambandsins. Þessi ákvarðanir sem stofnanir sambandsins taka og eru bindandi fyrir aðildarríkin. Það er þá bara fyrst og fremst af praktískum ástæðum. Og yfirþjóðlega valdi jóks síðan með Maastricht-samningnum þegar tekin var upp við innri markaður og svo framvegis. En við tökum til þess bara sjávarútveg. Það er þetta eðlilegt að þegar þú ert með kannski aðliggjandi lönd sem bara til nefna einhver dæmi
Frakkland og Ítalía og fiskurinn virðir ekki neina landamæri, hann bara syndir það sem hann listir og honum sýnist og þess vegna meikar það sens að svo í sletti að þessi ríki sem eiga sameiginlega fiskistofna hafi eitthvað sameiginlegt stjórnarapparat. Þannig að hinn sameiginlega fiskveiðistefna er fyrst og fremst sett á laggirnar til þess að stýra nýtingu hinna sameiginlegu fiskveiðistofna. Það hins vegar hefur verið viðurkennt að sérstæða Íslands, það er norski síldarstofnin og makrillin, það eru stofnar sem við höfum hvort eða alltaf þurft að vera semjum við Evrópusambandið og Norðmenn og Færeyinga en það fyrst og fremst eins og Brussel hefur engan sérstakann akka fyrir að stjórna fiskveiðum við Íslandsstrendur þar sem eru engin hér veitu til einhverja 7 ára, einhverju belgíski togarar eftir að landingu skilur. Þú væntalega sé hvað hann sagði Stefán Már Stefánsson, lagaprófessor sko, hann segir að aðild að ESB fæli í sér verulegt valdaframsal umfram EES aðild og samkvæmt núgildandi sáttmálum geti Ísland ekki haldið fullu einhliða ákvörðunarvaldi yfir sjávarútvegsmálum sínum og það svo að segja áðan að EES væri meira valdaframsal heldur en það var niðurst að 100 norskar fræðimanna fullir virðingu frá Stefáni gamla prófessornum það gengur ekki upp sko með alveg það að ESB eins og þú segir sjálfur yfir þjóðlegt en það sem gleyma í þessu samhengi þú hefur hans verið EES það sem samningur, það sem Evrópusambandið setur regluverk og stóran hluti því regluverki verður við innleiða fyrir að síðar og skammaður okkur þegar við gerum ekki en það sem hins vegar gerist með Evrópusambandið er það að það sameinast ríkin það að plasera við erum ekki að framselja völdin okkar til Þýskalands, við erum ekki að framselja þau til Danmerkur. Ríkin saminast að plasera ákvarðanatöku í ákveðnum málum inn til sameiginlegra stofnana sem geta þá verið í Strasbourg eða Brussel. Við höfum gert þetta áður. Í staðan fyrir að við séum okkar 63 þingmenn sem semja lögin á Alþingi. Við höfum gert þetta áður. Þá eru við með 6 þingmenn af 750. Löggjöfin íslenski ákveður eins og hann er gert áður í fjölmörgsskipti að framselja ákveður hluta af valdin sínum inn í sameiginlegan pott það sem eru tekna sameiginlegar ákvarðanir og við höfum aðild að þeirri ákvarðanatöku. En tökum sem dæmi, Hæstiréttur Íslands, hefur hann æðsta dómsvald hér á Íslandi í öllum málum? Nei, það er ekki. Hann viðurkennir það að þegar kemur að túlkun og beiting og mannréttindasáttmála Evrópu, þá hefur mannréttindadómstóll Evrópu síðast orðið. Þannig að það er ekki nýtt þegar kemur að valdframsali. Og Hæstiréttur myndi verða enn valda minni þegar að aukangum inn í Evrópusambandið. Já, en íslenski dómarar sætu í Evrópudómstólum. En svo ég var að segja, sko, munurinn á EES Er Þýskaland valdalaust ríki? Eða Danmörk. Í Þýskaland alls ekki valdalaust ríki en Danmörk, hafa þeir ekki völd sjálfur? Tökkurinn og höldin í Evrópusambandinu. Danmörk er þá mjög ósjálfstætt ríki, hefur orðið varðið það? Sko, þau eru það í raun og veru, þau hafa afhent rosalega mikið vald til yfirþjóðlisvalds í Brussel. Og það er þannig. En þeir eru þáttakendur tökum sem dæmi þjóð sem er svipuð á stærð við, Lúxemborgarar. Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins var Lúxemborgari fyrir þetta forsætisráðherra Lúxemborgar. Þannig að á þeim tíma með að hann var þarna, þá höfðu sannarlega Lúxemborg miklu meiri völd heldur en stærðir að segja til. Lúxemborgar er einn af voru ekki 6 ríki sem stofnuðu Evrópusambandið og Lúxemborg var eitt af því. En sko við EES aðild, þá taka ESB-stofnanir almennt ekki beint bindandi ákvarðanir gagnvart Íslandi. Það þarf að taka nýja löggjöf sérstaklega inn í EES-samningin, síðan þarf Alþingi að lögfesta tilskipanir. Við EES aðild er álit EFTA-dómstólsins formlega ráðgefandi fyrir íslenska dómstóla. EES-samningurinn nær ekki til sjávarútvegsstefnu, landbúnaðar, tollabandalags, sameiginlegra viðskiptastefnu eða peningastefnu. En hins vegar við ESB-aðildina það eru reglugerðir ESB beint gildandi hér án sérstakrar íslenskara lögfestingar. En þú og fleiri, þið gefið ykkur, þú ert eins og kallið með tjakkin. Nei. Eða sem vantaði tjakkin í bíl. Þú er heilt á sögu. Já, heilt á sögu. Þú ert alveg eins og maðurinn sem lappar upp á bænum og sagði bóndanum að tróða tjakknum upp í... Nei, málega, sko, ég ætla að vona... Þú gefur alltaf eitthvað fyrirfram niðurstöðu í lífinu. Ég ætla að vona ef það verið sagt já, atkvæðagreiðslan 29. ágúst að þá berum okkur gæfa til og íslensku stjórnvöldum
að fara fyrst í erfiðu kaflana, fara fyrst í sjávarútvegskaflan. Það búið að klára svo marga kafla, þetta verður mjög fljótlegt. Já, ég ætla að vona það sé rétt hjá þér, farið þetta svo, en þetta veltur auðvitað allt á því á endanum, en mér langar að spyrja þig, ert þú sammálaði ef við fáum ekki fullt vald yfir okkar sjávarútvegsmálum að þá getum við sagt nei við þetta? Þetta er bara forsendur, ég veit það sjálfur að þetta myndi ekki ganga upp, Íslandi myndi segja já. Þá ætla ég að segja eitt við þig og aðra andstæðinga Evrópusambandsins. Ég er ekkert andstæðingur Evrópusambandsins. Nei, ég er andstæðingur aðildar. Þú og þið, já, ég er ekki hrifinn af aðild. Andstæðingur aðildar. Við þig og aðra andstæðinga aðildar Evrópusambandsins. Segi bara hér og nú, slagið bara á. Þess vegna sleppti ég bara að kjósa núna þann 2009. Núna er bara verið að kjósa það að hvort að aðildarviðræður með að fara fram. Þið hafið tækifæri, þið sem eru á móti aðild að Evrópusambandinu, þið hafið tækifæri í seinni umferð til að segja nei við samningi sem kann að vera leður á borðið. Þetta á ekki við, Sveinn Andri. Þetta á við. Nei, af því að, þetta verður alltaf tvær kosningar. Þetta er náttúrulega rökstuðningurinn. Þetta verður alltaf tvær kosningar. Ég veit það. Þetta er rökstuðningurinn að segja, þið þurfuð ekkert að kynna ykkur Evrópusambandið, þið þurfuð ekki að lesa Lissabonsáttmálann, þið þurfuð ekkert að vita hvernig regluverk Evrópusambandsins virkar. Einu sem þið segja bara já núna og þá fáið að vita allt. Þá fáið að vita hvort við náum þessu samningsmarkmið. Þetta er villandi blekking, auðvitað. Það er alveg hægt að sjá út frá, eins og hann Stefán Már bendir á, út frá grunnsáttmálum Evrópusambandsins eins og Lissabonsáttmálanum. Minn aldrei prófessor Stefán Már, hann veit ekki alveg nákvæmlega hvað framtíðin byrja í skautir. Ekki frekar en ég. Nei, algjörlega. Og það er einmitt... Ekki að sjá bara hvað framtíðin byrja í skautir sér. Já, og það er líka áhætta sem við erum að taka. Hver áhætta? Þó við fengjum einhverju undanþágur, sjávarútvegsstefnunni eða eitthvað svoleiðis. Hver áhætta? Þá vitum við ekki hvað framtíðin byrja í skautir sér varandi hvernig dómaframkvæmd Evrópudómstóla mun þróa þessi mál. Hver áhættan á þessu viðræðum? Er einhver áhætta viðræðum? Já, til dæmis getum við tapað öllum okkar milliríkja fríverslunarsamningum. Eru klausur í þessum fríverslunarsamningum það við meðum ekki tala við Evrópusambandið aðild? Kannski ekki, en verður strömbrjálaður kannski eins og miðflokkurinn segir? Já, það getur verið, en síðan náttúrulega bara, þú veist, ég myndi halda að veri miklu meiri hagur af því fyrir Íslendinga til dæmis að reyna að ná fríverslunarsamningu við Bandaríkin eins og þeir hafa gert við Indland og Kína, en það verða engir fríverslunarsamningar þróaðir á meðan að við erum í þessu ferli. En væri ekki ömurlegt, þætti þér ekki ömurlegt ef við myndum segja já til að sjá og það kæmi ljós að það ætti ekki að fara í sjávarútvegskaflann fyrir en síðast. Og það var gert síðast og það mun örugglega verið gert núna. Man finnir það er svona lyktin að þessu einhvern veginn að þetta er að verða ævintýralega langt ferli sem er algjörlega óvíst að það muni yfir höfuð skila samningi þess að ef það er ekki hægt að semja sjávarútvegsmálin þá kemur engin samningur. Frosti, mér þetta ömurlegt ef ég fengi gubbupest næstu nótt og mér þetta ömurlegt ef ég fengi flensuna í næstu viku mér þetta ömurlegt ef ég fengi fljúandi steinsmögu en veist ég ætla ekki að gefa mér einhverja ég lenni ekki að lifa í framtíðin eftir einhverju hannaðri, mögulegri vendarlegir atburðarás. Ég segi bara já til að sjá. Mér fannst frábært að Þorgerður Katrín skildi hafa sagt bara það sé algjört úrslita skilyrði að við tökum ekki samning sem að veitur okkur ekki full yfir yfir sjávarútvegs. Það eru sammála þar vinkurnar, Kristrún og Þorgerður. Mér þætti frábært ef hún myndi bæta við segja, ég vil að setja það sem skilyrði að það verið farið fyrst í sjávarútvegskaflann og þá bara getum við afgreitt þetta fljótt. Það væri frábært. Já, ég veit ekki, samninganefndin sem mun stýra þessu, hún væntanlega mun hafa eitthvað veganesti frá stjórnvöldum. Ég veit ekki hvað hendar best í þessu. Það er að mér skilst að þetta sé algjörlega á hendi Evrópusambandsins að ráða því einhvern veginn hvernig, með hvaða hætti farið í þessa kafla. Á hvaða raða og hvað er tekið fyrir fyrst og síðast Við vitum báðir að afskaplega lítið það hvernig samninga munu fara fram með þær verða samþykkt. Ég vona það eins og ég segi, ef það verður sagt já þá verður það farið fyrst í þessa erfiðu kafla en það er hræðilega sorglegt ef við myndum eyða mörgum árum í eitthvað sem að kemur ekkert út. En að móti kemur ef við klárum alla óopnuðu kaflana sem eftir eru og sjávarútvegsmáli væri þau einu þá alltaf vitum við það að þetta er eini kaflinn sem ekki næst samkomulagum